velkomin í fyrsta þátt Gjallarhornsins á þessu ári. Ég heiti Birta Karen og sit í stjórn Heimdallar og viðmælandi minn að þessu sinni Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra. Vertu velkomin. Takk fyrir. Herra, þetta búið að vera heldur viðburðarík vika hjá þér, en við erum hérna komna til að ræða frumvarp þitt í laga breytinga á áfengislögum. Já. Getur þú sagt okkur hver megin efnisdrög frumvarpsins eru? Já, frumvarpi sem komið nú í nefnd þingsins sem var umræð í vikunni snýra svona lítilli breytingu og fráviki frá einokunar sölu á áfengi. Og það að leyfa handverksbrugghúsum út allt land að selja vöruna sína á þeim stað sem þau eru að framleiða. Og þetta eru svona lítil brugghús sem eru með framleiðslu oft í sveitafélagi, mikla svona nýsköpunarstarfsemi og að þróa sína vöru á skemmtilegan hátt og draga til sín bæði íslenska og erlenda ferðamenn. Og þau eiga erfitt uppdráttar, þessi brugghús, af því að áfengisverslun ríkisins forgangsraðar svona minni tegundum ekki framarlega og dreifir þeim illa út allt land og ég vil leyfa þeim að selja sína vöru út. En þetta partur af frumvarpi sem ég var með, en það sneri líka netverslun. En netverslun á hlutin náðist ekki gegnum ríkisstjórn, en ég tel að það verði eitthvað sem muni verða breytt í náinni framtíð, ef það næst ekki gegnum þingið núna, að þá snýr það að auka jafnræði á áfengismarkaði af því að Íslendingar geta keypt áfengi af erlendum netverslunum, öllum þeim sem eru bara ekki lögheimili á Íslandi, en ekki af íslenskum aðilum. Þannig að fólk hefur fundið reglur eða svona leið fram hjá þessu að senda erlend áfengi út og selja það til Íslendinga í gegnum erlenda netverslun eins og danska og með tilheyrandi áhrifum á loftslagið og lítinn stuðning við innlenda verslun. Og ég tel þetta alveg fráleitt. En þetta var ekki til umræðu í þinginu núna í vikunni, en kemur kannski til umræðu í nefndinni, enda held ég að þetta stangist verulega á við þau jafnræðissjónarmið sem við viljum viðhalda og að styðja íslenska verslun og hún standi jafnfætis öðrum. Já, algjörlega, en svo var umræðin þingin á þriðjudaginn. Hvernig var tekist hart á umræðinni? Já, það er alltaf lífleg umræði kringum áfengismálið. Og oft og tíðum og því miður þá verður hún ekki mjög málefnaleg, en hún var ágæt í þinginu þessu sinni, en það held ég og það virðist vera að margir eru sammála þessari breytingu brugghúsin. Allavega orðnið það, þó að þeir hafi lagst mikið gegn því á einhverjum tíma. Þá var það svona átt að sjá því að hvað þessi brugghús eru, hvað þau eru smá og hvað þau eru mikilvæg fyrir fjölmörg samfélög út á landi, til dæmis. En það kannski meira tekist á svona prinsip áhrif og fólk reynir ofta að mála það mjög dökkum myndum að breyta áfengislöggjöfinni á einhvern hátt. Og það snýr þá aðalega því að við séum að auka aðgengi að áfengi með breytinguna. Aðgengi að áfengi auðvitað gríðarlega mikið, þó við séum með einokunarverslun. Búðir ÁTVR hafa fjölgað úr 17 í 51 á 10 árum. Það alltaf verið að lengja opnatíman. Þau eru með að byrja með netverslun, þó þau sendi ekki heim, þá senda þau aðra áfengisverslun sem nær þér. Vínveitingaleifum hefur líka fjölgað mörg hundruð á síðustu árum. Þannig að ég held að fáir séu vandræði með að finna sér áfengi. En það spurning, hvað virkar? Eigum við ekki að frekar að styðja við innlenda verslun og eða þá fleiri peningum og meira í hjálp fyrir þá sem eiga í erfiðleikum að stríða með áfengi og forvarnir sem ég held að virki betur heldur en lög sem virka bara illa. Já, líka mikilvægt kannski að skapa svolítið heilbrigt samband milli fólks og áfengis, að þetta sé ekki alltaf eitthvað svona boð og bönn og kannski frekar bara fræðslu. Já, ég held að samkvæmt mælingum að þá hefur til dæmis neysla ekki aukist, ekki verri neysla, þrátt fyrir allt þetta aukna aðgengi síðustu ára eins og ég var að lýsa. Og það mitt málið, þetta snýst ekki bara neyslu áfengi, heldur hvort við eigum ekki að stuðla ofneyslu. Og það það sem við eigum að varast og það það sem hættulegt. Og en umræðan verður oft svolítið svarthvít en ég stend mjög föst á því að ég hef ekki áhyggjur af því að þetta hafi slæm áhrif og myndi þetta aldrei standa fyrir einhverju máli sem ég teldi hefði áhrif á bara líf barna eða aukið ofbeldi eða annað slíkt, bara sjálfsögðu ekki. Og allar slíkar fullyrðingar eru bara ómálefnalegar og ómarktakandi.
En það að styðja við innlenda verslun og auka hér jafnræði og frelsi með vöru sem lögleg vara, þó við viljum auðvitað hafa einhverja takmarkana á henni, hvaða aldur getur keypt hana og svo framvegis. Já, það er mjög skemmtilegt að heyra, en nú erum við frekar stór flokkur sem rúmar fjölbreyttar skoðanir. Er samrómur frumvarpið og þetta málefni innan flokksins? Þetta hefur auðvitað verið í stefnu flokksins í lengri tíma og flokkurinn hefur auðvitað tekið erfiðan slag fyrir frelsismáli gegnum tíðina. Það er auðvitað að rifja upp litasjónvarp eða afnema bjórbannið á sínum tíma. Flokkurinn hefur oft reynt að breyta því eða leggja bara áfengisverslun ríkisins niður. Ég fer þessa leið af því að ég held að það sé betra að sýna fram á það að auka jafnræði sé ekki hættulegt og það sé bara mikilvægt skref fyrir Ísland og aðila sem starfa hér. Það er mikill samhljómur þessa breytingu í flokknum og ég finn fyrir miklum stuðningi við hana. Það hafa alltaf verið örlítið að skipta skoðanir það hvort að ég leggja starfsemi á TVR alveg niður, en alltaf hefur verið meiri hluti fyrir því. En við skiljum líka að við þurfum að fá samfélagi með okkur í slíka breytingar og það hefur oft þurft þrek og þor fólks til að ná fram frelsisbreytingum í gegnum tíðina þó að þau verið smávægileg. En Sjálfstæðisflokkur rúmar auðvitað allar skoðanir, en við viljum líka forgangsraða í ríkisrekstri og það er ekki síst, endurspeglast ekki síst í þessu máli. Í hvað eigum við að eyða peningunum? Eigum við að eyða þeim í að dreifa áfengi allt land? Það er góð spurning. Svo maður eins og sagði án, þetta getur oft verið svolítið svarthvít umræða og fara svolítið út í öfgar og svona hvað svona spurningar fari oftast eða fólk miskilur svona mest varðandi þetta frumvarp? Já, ég held að fólk miskilji kannski mest að kerfið í dag sé bara æðislegt eða það að allar svona breytingar muni hafa svona gríðarlega hættuleg áhrif. Og kerfið í dag er auðvitað þannig, ef við horfum aðeins á það svona utanfrá, að áfengisverslun ríkisins lengir opnunartíma og er alltaf að reyna að bæta þjónustuna við fólk. Það fólk sem segist að móti öllum breytingum hlýtur þá líka að vera á móti betri þjónustu áfengisverslunar ríkisins. Hún er að fjölga búðum, hún auglýsir talsvert mikið undir að mínum mati fölsku flaggi með því að minna fólk á að koma með skilríki eða segja fólki að koma á einhverjum öðrum tíma því að það er mikið að gera á einhverjum háannatímum í COVID til dæmis eða páskaopnun og annað. Hvað er þetta annað en áfengisauglýsingar? Ekki sé ég allavega sýslumannin auglýsa það að muni eftir skilríkjum þó þú þurfur að mæta með skilríki líka þangað. Og þetta finnst mér svona það að Íslendingar kaupi áfengi erlendis frá og netverslunum mjög mikið, styrki lítið við íslenska framleiðslu finnst mér líka til skammar, en það er líka bara út af löggjöfinni sem við erum að byggja. Og það að við styðjum lítið við þessa aðila, erum með mjög há áfengisgjöld, erum með mjög stranga reglur, en kannski sem skila sér mjög litlu að breyta þeim ekki, sko, í lýðheilsu átt. Þannig að það eru þetta aðalmyndin, það er alltaf verið að mála stöðun í dag mjög fallega, en það er ekki eins og fólk veikist ekki eða ofnoti áfengi eins og staðan er í dag. Og við vitum að við erum aldrei að fara að stefna áfengislausu Íslandi 2030. Það er óraunhæft og það er enginn með það á stefnu sinni. Þannig að það er spurning, þetta er lögleg neysluvara, við viljum samt að fólk ofneita hana ekki. En á sama tíma viljum við bara grípa þá sem eiga við vanda að stríða og stuðla góðum forvörnum sem er það sem virkar. Og líka það að hvort sem það er brugghúsin, að 20 brugghús fá að selja nokkra bjóra beint út. Hverjir hafa þetta aðgengi að áfengi sem við höfum ekki sem einstaklingar? Það eru lögaðilar, veitingarekstur til dæmis. Og þeir sem reka sali og hótel, þeir geta keypt beint af ýmsum aðilum. Þeir þurfa ekki að fara í gegnum áfengisverslun ríkisins. Íslendingar sem eru svo heppnir að geta ferðast til útlanda, hvort sem það er á COVID-tímum eða ekki, þeir fá síðan ódýrara áfengi í fríhöfninni. Það fær fólk sem er lægri tekjur sem ferðast minna ekki. Fólk sem er með vínveitingaleyfi getur síðan keypt ódýrari bjór í Costco. Þetta er auðvitað bara staða sem er það er lítið jafnræði í þessari stöðu fyrir fólk. Og við höfum allt sama markmið. Við viljum ekki að áfengi valdi miklum skaða.
En það er líka tómt mál að tala um það að þú sért algjörlega á móti því að 20 brugghús fái að selja nokkra bjóra út ef þú hefur engar athugasemdir við það að áfengisveislu ríkisins stækki og veiti betri þjónustu, sko. Já, maður sér það líka, það einhvern veginn, maður veit ekki um neitt dæmi annað á Íslandi þar sem jafn mikið svona ójafnræði á markaði og á áfengismarkaði. Það er hárrétt, sko. Ég held að það sé engin önnur vara sem þar sem íslenskir aðilar eiga svona erfitt með að selja hana en ekki erlendir. Og það er auðvitað mikið skekk í því. Og við kaupum mjög lítið af íslenskum aðilum með við Norðurlandaþjóðirnar sem eru all með einhverja ívilnandi aðgerðir sama hversu strangar reglur þau eru með fyrir svona innlenda framleiðslu. Já, maður hefur líka séð svona auglýsingar alltaf að tala um að láta þetta ganga, kaupa íslenskt og svona eins og íslensk gremmeti og svoleiðis, en það einhvern veginn á ekki við áfengi. Manni finnst þetta skjóta svolítið skökku við. Já, það lítur að eiga við bjórinn og ég held að neysla, það er engin fylgni á milli aukins aðgengis að áfengis og aukinar ofneyslu. Það er kannski einhverju fleiri sem fá sér vín í hófi, en við sjáum það í löndum þar sem er mjög ströng áfengisregla reglur og áfengi bara jafnvel bannað, að þá er mikil ofneysla hjá þeim hóp sem neytir áfengi. Og við vitum það auðvitað bara boð og bönn, það er auðvitað okkar stefna og ég hef sagt það frá því ég var formaður Heimdallar að það er ekki það sem virkar og Sjálfstæðisflokkurinn á að tala fyrir því og þora að berjast fyrir svona málum. Og það sem kemur kannski líka upp hjá fólki oft er þetta nú forgangsmál? Og það er svona þekkt lína, hvort sem það er í kommentakerfunum eða bara hjá fólki sem við spjalla við. Og nei, þetta er bara eitt af þeim fjölmörgum málum sem ég set á dagskrá því ég kem í ráðuneytið og mér þætti ég bara lélegur stjórnmálamaður ef ég hefði haldið fram einhverju í lengri tíma, tala fyrir því og reynda sannfæra fólk gildi þess að ég myndi ekki framkvæma það því ég kemist í stöðu til þess. Og Sjálfstæðisflokkur það auðvitað standi í lappirnar í smáum frelsismálum sem og stórum framfaramálum af því að það eru auðvitað hvert skref í frelsisátt skiptir máli. Og þar eigum við ekki að gefast upp eða segja bara við erum of upptekin til að sinna þessum málum. Við eigum að geta gert alls konar mál. Algjörlega og svo líka eins og nefndum með bjórbanni sem fyrir rúmlega 30 árum síðan að þá fólk fyrir eitthvað bara að fara í eitthvað sterkara og var að blanda saman einhverjum sterkum drykkjum og heimabrugg sem var kannski hættulegra heldur en bjórinn. Einmitt og það var kannski, og það er áhugavert að skoða þá umræðu sem fór fram í þinginu 1989 þegar þá héldu andstæðingar þess að afnema bjórbannið fram að hér eru bara allir fullir allan daginn, börn full út á götu og fólk geti ekki unnið og það auðvitað rættist ekki. Þannig að svona svartsýni skilar held í litlu og við stöndum bara vörð innlenda verslun, frelsi, innlenda skatttekjur og störf og við eigum auðvitað að tala fyrir þessu og reyna að ná þessu í gegn þegar við höfum tæki og tól til. Já, og bara frábært að þetta sé að koma á dagskrá núna, en sérðu fram á að muni taka einhverjum breytingum eftir að búið að fara gegnum nefndina og aðra umræðu í þinginu? Ég bind vonir við að frumvarpið stækki örlítið. Það er að segja að það taki til fleiri aðila sem framleiða bjór í minni eins og brugghúsið Kaldi, hann er aðeins yfir þeim mörkum sem í frumvarpinu, sem og þeim sem að framleiða íslenskt gin eða íslenskt viski í svona litlu magni. Og ég bind mikla vonir við það, en ég bind líka vonir við að nefndin ræði það hvort að netverslunin eigi að fara inn í frumvarpið að nýju. Og ég veit ekki alveg hvað flokkar myndu standa baki þeirri breytingu, en það er svona að mínum að þetta er augljóst jafnræðismál. Og ég ætla að vona, þetta bjartsýnismanneskja, en vona allavega að þessi brugghúsbreyting verði eitt skref í rétta átt á þessum þingvetri. Myndu halda áfram að berjast fyrir auknu jafnræði á áfengismarkaði? Já, það mun ég gera. Ég hef ekki hætt því þau ár sem ég hef verið í pólitík og öll skref, hvort sem það snýra áfengismálum með öðrum í frelsisátt á Sjálfstæðisflokkurinn að standa fyrir og ungt fólk hefur talað fyrir í lengri tíma hjá Sjálfstæðisflokknum. Já, ég held að þetta sé bara frábær lokaorð. Bara takk kærlega fyrir komuna. Takk kærlega fyrir mig. Gaman að spjalla þig.